Hugtak tengt HTTP og því að HTTP sé stöðulaust öryggi aðgerða, en það kemur að því að ákveðnar aðgerðir til dæmis ef við framkvæmum aðgerð sem í requesti sem get aðgerð eða head, þá það öruggt að því leyti að ég sem client á að geta gert ráð fyrir því að ef ég geri get aðgerð á einhverja auðlind, þá mun það ekki breyta neinni stöðu. Ég get beðið einhvern vef aftur og aftur og aftur og ég ekki að fara að breyta stöðunni á auðlindinni á neinn hátt með því að gera þessa aðgerð. En aðrar aðgerðir eins og post, put eða delete tryggja það ekki, því að þær munu að öllu líkindum út frá því hvernig HTTP skilgreinir þessar aðgerðir gera einhverja breytingu á vefþjóninum. Þannig að ég get beðið einhverja auðlind, get, en svo ger ég delete einu sinni og þá í raun það breytir einhverju stöðu út fyrir sig. Og svo ger ég get aftur og þá þessi auðlind farin af því það búið að gera delete aðgerð á hana. Og svo annað hugtak sem idempotency, sem ég veit ekki hvort það sé tilnefnt gott íslenskt orð fyrir, en það það að einhverjar aðgerðir getum við framkvæmt enn sinnum og þær munu alltaf hafa sömu áhrif og fyrsta aðgerðin gerði. Þannig að ef ég kalla á get á einhverja auðlind, þá fæ ég auðlindina, og ef ég geri kallið enn sinnum í röð, þá í raun þá hefur það alltaf sömu áhrif, og ef ég geri put alltaf með sömu gögnunum aftur og aftur og aftur, þá hefur það alltaf sömu áhrifin. Þannig að skiptir ekki máli hvort ég geri það einu sinni eða enn sinnum. Fyrir idempotent aðgerðir, það alltaf sama niðurstöðan, en svo eru köll sem eru ekki idempotent, og það til dæmis svo post, þar sem hvert kall getur bætt við nýri einingu. Þannig að ef ég geri eitt post og svo geri ég annað post og svo geri ég n post, þá ég hugsanlega búin að búa til n einingar í staðinn fyrir að hafa búið bara til eina, af því að aðgerðin ekki idempotent. Og þetta svona hugtök sem maður lendir í þegar maður fer svona aðeins að stúdera og svona verður aðeins kynnist HTTP aðeins betur, hvernig þetta hefur áhrif á það, og sérstaklega ef maður fer að búa til vefþjónustur eins og svona REST vefþjónustur sem við munum aðeins fara yfir seinna, þá fara þessar aðgerðir að skipta mjög miklu máli upp á það hvernig þetta bara skilgreining á því hvernig við erum að eiga samskipti á milli, og þá skiptir máli hvaða aðgerðir, hvaða vörb við erum að nota, alveg sem þegar við erum að tala saman, og skiptir máli hvaða sagnorð ég nota. Þannig að þetta skiptir allt saman máli. Og svo get, head, options og trace, þessar aðgerðir líka allar idempotent út af því að HTTP stöðulaust. Þannig að fáum við út af því að það stöðulaust, þá fáum við líka þessi svona karakteristik á HTTP sem gerir verkum að það hægt að hafa vefinn eins og hann Nú þetta var eitthvað rugl hérna. En svo eins og við gerum hérna þetta kall, ekki þetta, heldur, já, þetta var eitthvað rugl hérna. Þetta hérna kall, þá fengum við 301 moved permanently en ekki 200 OK, og það í raun þessi stöðukóði sem segir til hvernig einhver aðgerð fór. Og stöðukóðunum skipt í 5 flokka, og það flokkarnir eru 100, 200, 300 og 400 og 500, og svo einhver tala fyrir hverja stöðu og svo einhver texti sem svona lesanlegur, human readable. Þá 100 eru einhver svona informational til upplýsingastöður, 200 gefur til kynna að aðgerðin hafi gengið, eða success, og 300 eru svona áframsendingar eða redirection sem passa við þennan stöðukóða sem við fengum frá hi.is. 400 villur, þá eru við sem client að gera einhverja villu. Við erum að biðja eitthvað sem við eigum ekki að vera að biðja eða það einhver villa í skeytinu okkar, og svo erum við með 500 villur sem þá að við gerum allt rétt, en það einhver villa hjá vefþjónunum. Það eitthvað komið bara villa
eða gögnin eru einhverju hluta vegna ekki aðgengileg, en þá höfum við í raun þessa leið til þess að hópaskipta þessu. Og svona dæmi einhverju stöðukóða í þessu. 101 switching protocols, þetta sé maður nú sjaldan, en þetta var notað þegar það var verið að uppfæra beiðnir þar sem að þú baðst eitthvað í HTTP 1 eða 0.9 og það var verið að uppgreita þau upp í HTTP 1.1, þá fékkstu svona 101 switching protocols, eða ég geti verið að rugla líka saman með HTTP og HTTPS. Svo erum við 200 OK, sem bara þetta staðlaða svar það að allt sé í lagi og við aðferðin okkar var samþykkt. Svo getum við fengið 201 created, þá getur það verið við sem að posta á einhvern vefþjón og hann býr til nýja auðlind og þá getur það svara með 201 created í stæðan fyrir 200 OK, af því að það er meira specific. 204 no content, þá gekk þetta upp, en það er ekkert til þess að skila, þannig að við fáum í raun tóma svari tilbaka og þetta getur verið ef við erum að henda einhverju, þá tókst að henda því og við fáum ekkert content að því að búið að henda því. 300 kóðarnir, moved permanently, það er þetta sem við fengum frá hi.is. Þá segir vefþjónninn að þessi og öll request í framtíðinni eiga að fara á það URI sem er skilgreint í location. Þannig að ef við varum að útfæra vefþjón, þá getum við að útfæra einhvern client og við fáum 301 moved permanently og ef við varum með einhverja slóð, þá getum við skipt slóðinu út fyrir hina slóðina af því að vefþjónninn er að segja þetta mun aldrei svara hér, þetta mun alltaf svara á hinni slóðinni. 302 found, sem var stundum notað sem moved temporarily, þannig að einhver hluta vegna er skjalið eða auðlindin sem þú veist að biðja ekki til, þannig að hún er til á þessari slóð, en hún mun aftur vera til staðar á þessari slóð sem við baðst upprunalega. 304 not modified, þá erum við að senda einhvern svona header sem segir til að við séum með einhverja útgáfu af skjalinu og vefþjónninn er að segja, já, útgáfan sem þú ert með, hún hefur ekki breyst, þannig að þú mátt nota það sem þú átt. Og svo er þetta 307 temporary redirect sem er það sem að 302 var verið að nota fyrir. Og þetta er tiltölulega nýbætt við, svona miðað við 99. En svo erum við 400 villur, þá getum við bara skrifum eitthvað bull í requestið okkar, þá getum við fengið 400 bad request sem er bara að segja, það segir ekki nákvæmlega hvað það er bara einhver villa í requestinu okkar. Unauthorized, við höfum ekki aðgang að þessari auðlind, en hugsanlega fáum við líka einhverja frekara upplýsingar hvernig við getum auðkennt okkur til þess að nálgast í þessari auðlind. Forbidden, það er bara, þú ert jafnvel, viðkomandi er auðkenndur, en hefur ekki aðgang að þessu. 404 sem að mörg okkar kannast við, að það er auðlind fannst ekki, en gæti birst í framtíðinni. 500 villur, þetta er það sem maður sér yfirleitt og sáum á apis.is helgina, eða fyrir helgi, já. Sem er bara 500 internal server error, það er bara eitthvað í gangi og við vitum ekki hvað það er bara hlutinir eru niðri. 501 not implemented, þá getum við verið að biðja eitthvað og þjónninn kann ekki að uppfylla það sem við erum að biðja. Bad gateway, þetta getur verið, var það kannski villa sem var á APIs. Þá er einhver vefþjónn sem stendur fyrir framan og hann er að segja, það er ekki villa hjá mér, en ég er að proxy eitthvað svar frá einhverjum öðrum vefþjón og hann er að skila með villu. Þannig að það er eitthvað slæmt í gangi bakvið. Service unavailable, þetta er oft mjög slæm villa þegar þið eru að vinna með vef og það kemur eitthvað álag á hann og hann fer niður út af álagi. Þá eru margir vefþjónar sem að fara að skila 503 service unavailable af því að það er bara CPU-in er að spinna á fullu eða það er ekki lengur til minni til þess að svara nýjum requestum. En ok, þetta eru stöðukóðir og þeir eru líka mun fleiri og yfirleitt eru að vinna bara með einhverja nokkra þeirra, en þegar við fyrir aftur í þessari vefþjónustur þá geta þær skipt meira máli. En svo þegar við gerum beiðnir og vefþjónn svarar okkur, þá viljum við hafa einhverja leið til að geyma stöðu, af því að það væri mjög leiðilegt ef við getum ekki geymt stöðu á milli requesta.
og þá höfum við nokkra leiðir. Við getum notað svona input type hidden í formunum okkar sem þá setur eitthvað auðkenni og svo inn í öllum formum þetta auðkenni, þannig að alltaf þegar við submitum einhverju formi þá fer þetta auðkenni með og þá getur vafrinn linkað okkur við eitthvað sem að serverinn linkað okkur við eitthvað sem geymt á honum. Við getum notað cookies eða svona kökur og við getum notað gögn í query string. Þannig við getum alltaf sett eitthvað streng allstaðar í alla query strengi og þá getum við einhvern veginn auðkennt notandann. Þetta snýst alltaf eiginlega það að þú þarft einhvern veginn sem vefþjónn að láta klientinn þinn fá eitthvað miða, eitthvað ID sem að hann síðan lætur þig alltaf fá og þá veistu, já, ok, þú ert að koma aftur, þú ert hérna ABC, þá veit ég að þú ert ABC og ég get náðið einhver gögn og sagt hérna, já, ABC á þessi gögn, þá get ég byrt einhvern veginn öðruvísi. En það sem við nota langmest eru cookies, en cookies eru sem sagt sendar af server til client og þá sendir klientin svona set cookie header og set cookie headerinn með gildi sem með cookieinu og cookieið inniheldur sem sagt eitthvað nafn og eitthvað gildi, sem sagt name og value, einhverja dagsetningu þar sem þessi kaka rennur út á hvaða slóð kakan sett, á hvaða léni kakan sett. Þá getum við bæði sagt á einhverju ákveðnu undirléni eða öll undirlén sem þá sett með svona punkti fyrir framan hérna. Ég hef lent í eða heilum degi að debugga eitthvað sem var út af því ég glemdi að setja punkt fyrir framan. Og kakan örugg á að senda hana bara yfir HTTPS, á að leyfa kökuna, þetta aftur, á hún ekki að vera aðgengileg með JavaScript, þannig að við getum nálgast cookies með JavaScript og þá í raun fáum við svona cookies. Þið hefur örugglega heyrt þetta og bara ef við tökum dæmi þetta, förum hérna inn á, smellum þessu fyrir neðan og förum hérna inn á bara Google. Ok, hérna eitthvað búið að gera eitthvað hérna og Google veit að þetta ég, setur einhver mynd af mér hérna og sér hérna hvað akkánta ég með og eitthvað svona. Og þetta getur Google gert út af því að við förum hérna undir Application og lokum Local Storage, förum í Cookies, opnum Cookies, þá sjáum við hérna einhver lén, www.google.com og þá opnum við hérna og þá sjáum við að þetta allt cookies sem Google búið að setja á mínum vafra út af því að einhvern tímann loggaði ég mig inn hjá Google og nú ætti ég að logga mig út eftir þetta því að þessi gildi eru mörg hver hérna, þannig að ef þið takið þau, skrifið þau inn, þá getið þið tekið yfir mitt session og það svona leið til þess að ræna þessum upplýsingum. En það sem í raun kannski stærst af þessu þessi hérna líklega sem eitthvað læst gildi og sjáum að það sett hérna á .google og já, núna fæ ég þetta ekki gott dæmi, nú þarf ég að fara að logga mig út, það getur við að segja. Og hérna sjáum við HTTP only, hérna, þá eru þær ekki aðgengilegar í JavaScript. Secure, þær fara bara yfir HTTPS, þær fara ekki yfir HTTP traffic. Og þetta leiðin til þess að halda mér einskráðan. Ok, svo erum við með þessar gerðir af kökum. Þá erum við með svona session cookie og þá ef það ekki skilgrein nein úreldingar dagsetning, þá mun hún vera 1 þegar vafranum lokað. Við erum með fasta köku sem þá mun lifa svo lengi sem að úreldingar dagsetningin ekki runnin upp, þó að þessi slökkt á vafranum. Og svo erum við með svona third party cookies og þá það í raun, ef að 2 eða fleiri síður sækja gögn frá sama vef, þannig að ég á vef A á docs.google.com og ég fer inn á Gmail sem fer yfir á gmail.google.com þá getur þess að báðar verið að fara yfir á google.com cookieið
og séð hvað ég var að biðja um. Þess vegna eru alltaf þjónustunnar hjá Google alltaf á .google.com svo að það sé hægt að halda þessu, við erum signed in á öllum stöðum út af því að þetta er alltaf sama léninu. Og það er hægt að nota þetta sama fyrir auglýsendur, þannig að ég er með google.com, vísar í eitthvað, ads.com og svo fyrir inn á facebook.com og það vísar yfir á ads.com og þá eru sama kúkið triggerað og ef það er með auðkenninu mínu þá veit í raun þriðji aðilinn að ég heimsótti þessa síðu og hina síðuna og getur cross-referensa mig einhvern veginn í einhverjum gagnagrunnum hjá sér og segja já, herru, þetta var Óli, hann var að skoða þetta, fór inn á einhvern vef, ef þið hefði einhvern veginn lent í því að vera að skoða einhverja þjónustu, farið síðan á Facebook og fengið síðan fullt af auglýsingum viðeigandi þjónustu, þá er það út af því að það er eitthvað verið að treyta upplýsingar ykkur í gegnum auglýsingarnetwork, gegnum cookies. Já, þetta targetar alveg skelfilega allar þessu auglýsingar og maður verður ekki pirraður á þessu fyrir einhver að reyna að hæta þetta eitthvað. En þú veist, þetta er bara út af því að það er svo þægilegt að vera logged inn á allar þessar þjónustur og svo allar þessar þjónustur sem eru með like-knappa eða Facebook comment. Facebook veit að þið eru að heimsækja þessar síður og því að það er alltaf gert request tilbaka og það veit nákvæmlega hver þið eruð, á hvaða tíma og hver lengi jafnvel þið eru að skoða hluti. Þannig að gott stöf. Þess vegna er einmitt þessi prompt sem kemur oft á síður innan Evrópusambandsins sem segir, hei, við erum að nota cookies til þess að gera upplifun þína betri. Og þú segir, ok, farðu frá, þú ert fyrir mér. En þá er það í raun til þess að upplýsa ykkur það að það er verið að trakka ykkur, það er verið að fylgjast með ykkur. Og þau eru bara, já, ekkert mál. Og svo er þess að allar kökur á einu léni mega helst ekki vera stærri en 4096 bæti, sem er það ástæðan fyrir við höfum þessu local storage, þar sem við getum í raun verið með nokkur megabæt af gögnum. Þetta er munurinn á því að nota local storage eða cookies. Það er þetta size limit sem við getum lent í. En session, það er þetta, þegar við notum cookie til þess að nota eitthvað svona, eitthvað identifier, eitthvað session identifier sem tengir mig sem client við einhverja gagnaveitu á servernum. Þannig að ég er alltaf að senda þessu, ég var með eitthvað svaka ID á Google og það er sendt tilbaka og þá getur Google flett mér upp í einhverjum gagnagrunni og segja, já, þetta er Óli, hann er á hérna og þetta er myndin á honum og þú veist, búið til svar sem er sérstaklega fyrir mig en ekki fyrir neitt annan, af því að það veit hver ég er. Og þá er þetta einkvæma gildi geymt í kökunni og þess vegna er svo slæmt ef einhver kemst yfir það, af því að þá getur viðkomandi bara orðið ég og það eru engin gögn þannig sem geymt í kökunni, aðeins þessi vísun. Svo eru fleiri leiðir, eða fleiri svona hlutir sem eru í HTTP sem er gott að hafa í huga, eins og til dæmis þjöppun, þar sem að client getur skilgreint það að hann styðji þjöppun og þá er þetta í raun að við zippum gögnin á vefþjónunum, sendum við zippið yfir vírinn og svo unzippar clientinni og það er það ég vil gert með og segja við sem client að við styðjum gzip eða deflate aðgerðirnar og serverinn lætur þá vita tilbaka, já, ok, hérna er efnið tilbaka og það er þjappað með gzip, þannig að fyrsta sem við þurfum að gera er að unzippa efninu. Og þetta getur skipt miklu, þetta er svona ótrúlega létt leið til þess að minnka í raun það magn sem við erum að senda yfir vírinn, af því að gzip er alveg fárlega gott í að þjappa og við tökum 3 megabæta texta, þjappum hann niður í 200 kilobæti og sendum 200 kilobæti yfir í vírinn sem er síðan unzippað í staðinn fyrir að senda ógeðslega stórt stöff yfir vírinn. Svo er caching, en það er í raun þetta að þurfum ekki alltaf að vera að senda sömu gögnin aftur og aftur og aftur yfir vírinn, af því að það er kostnaðarsamt og óþarfi í mörgum tilfellum og þá getur vefþjónn skilgreint það að einhver auðlind eða gögn séu fersk í einhvern ákveðin tíma og þá er þetta að gera það með þessum cache control header þar sem við getum sagt max age er eitthvað n og það eru þá einhverjar sekundur, þetta er nú reyndar gamall haus og það er nýr sem heitir, manni hvað hann heitir, sem ég hætti að vera búin að uppfæra. En það er allavega að segja til að frá með þessum tímapunkti sem þú fékkst þessi gögn og þangað til einhvern tímann í framtíðinni, þá þarftu ekki að biðja um þetta aftur. Ég garantera það fyrir þig að þetta mun vera ferskt á þessu tímabili. Þegar þetta tímabili rennur út,
þá geturðu sótt aftur og þá geturðu sótt þetta aftur og spurt mig sem server hvort þetta hafi breyst. Þá getum við sendt þennan if last modified header eða e-tag header á serverinn og serverinn þá svara með 304 not modified eða 200 OK og lætur okkur fá öll gögnin aftur. Og svo þetta að alltaf þegar við gerum einhverja breytingu með þessum ekki öruggum aðgerðum, þá erum við að hreinsa kassið fyrir fyrir það resource eða þá auðlind. Þannig ef við póstum á einhverju slóð og við áttum kass fyrir þá slóð, þá hún hreinsuð út af því við vorum að gera þessa aðgerð. Og þá, hverjir eru að útfæra þetta? Jú, vafrinn að útfæra kassin til þess að upplifa það, til þess að bæta upplifun. Þannig að ef við förum inn á einhvern vef og förum svo aftur inn á vefinn, þá þurfum við ekki alltaf að vera að sækja sömu myndirna, sama CSS, sama JavaScript aftur og aftur. Þannig að við erum með eitthvað kassi í vafranum okkar. Svo erum við með svona proxy kassa sem eru þá bara eins og vafri bara á stærri skala. Eða þið voruð á netinu fyrir svona 15 árum eða 10 árum eða jafnvel styttra síðan, þá voru svo margir sem voru með svona proxy. HÍ var með risastóran proxy. Það var það bara þannig að ég sótti cnn.com eða eitthvað og það fór í gegnum HÍ networkið. Það var bara kassa cnn.com í kassinu hjá HÍ og svo sótti ykkur annar cnn.com í staðinn fyrir að fara alla leið út í heima því að það var miklu dýrara að fara út í heim, laggað og dót. Þá var það bara birt úr kassinu og svo náttúrulega fór ekki svona skemmtilegir hlutir eins og loggar inn á einhverja síðu og varst loggar inn og það var kassað og svo fór ykkur annar inn á síðuna og fekk upp þínar upplýsingar og svona. Og það hefur mér svo gerst hjá íslenskum fyrirtækjum á ýmsum vefum sem eru kannski misgóðir að upplýsingar séu að birtast svona þess og kruss á milli. Það skemmtilegir hlutir til að debugga. Af því að það getur líka verið búið til svona reverse proxy. Það sem að það ekki verið að setja upp proxy fyrir hönd klientana, heldur verið að setja upp proxy fyrir hönd serverana. Þannig að þú ert með einhvern vefþjón, en alltaf áður en að vefþjónninn sendir eitthvað tilbaka til klientsins, þá fer það í gegnum svona proxy cache, eða reverse proxy cache, sem þá geymir afrit af því sem verið að senda út og sendir það til klientsins. Við kannski aðeins fara betur yfir þetta seinna meir, en þetta svona notað af ef þið eru að fara að deploya einhverjum stórum vefjum eða vinna með einhverjum stóra vefi, þá þetta yfirleitt alltaf notað. Þú ert með eitthvað svona reverse proxy fyrir framann. Það geta heitið eins og til dæmis HÍ að keyra og við sjáum í þessu að server nginx. Þetta hægt að stilla hann sem svona reverse proxy og svo annað sem heitir hproxy og ýmislegt sem svona getur mjög auðveldan hátt hraðað vefjum gífurlega mikið. En hérna svona dæmi hvernig þetta að það eitthvað kass, Alice fer sækir welcome auðlindina, það ekki í kassinu, þá fer og getar hana yfir á backendan, þá eru búin til svona validators, last modified, cache control og eitthvað svona, og efnið það sendt tilbaka og þá fær þá fær í raun Alice vafrinn hennar fær þessar upplýsingar og svo næst þegar það gerð beiðni frá honum Bob, hann biður welcome, þá kassið sér þetta ferskt. Þannig að það ekki farið á alla leið á bakendan, heldur í raun bara það sem til staðar í kassinu sent tilbaka. Þannig að þá sleppum við þetta skref. Og svo fer Karol einhvern tímann eftir að þessar 60 sekúndur eru liðnar þetta max age sem var liðið, þá sér kassið það og sendir if modified since einhver dagsetning og þá athugar bakendinn segir, þú ert að biðja þetta frá þessari dagsetningu, ég ætla að búa til þessa validatora, ég sé að ég hef ekki breyst, þetta hefur ekkert breyst síðan þá. Þannig það ekki búin til, það getur verið eitthvað geðveikt dýrt að búa til þetta response, farið 5 gagnangurinn eða eitthvað. Og þá bara sagt, nei, þetta ennþá valid gögn, þá sendt 304 not modified
og cast control max age aftur 60, þannig að þá er búið að staðfesta aftur að þetta ferskt og allt í rugli og svarið sent aftur, þannig að svona skýrir ágætlega í svona flæði. Ef svarið hefur breyst á bakendanum, já, það í raun, þá kemur það til að bakendinn þarf þá að segja, hann að gefa loforð það að það mun ekki breytast. Þannig að þá þetta oft hættulegt. Til dæmis, þú getur gert þetta við JavaScript-skrána þína og segir bara eitthvað, hey, JavaScript-skrána mín mun aldrei breytast næstu 50 ár og sendir það okkur á vafra og þá náttúrulega vafran ekkert að fara að biðja eftir hana. Þannig að þá þarfst að fara að nota einhver svona leið til þess að oft kasta svona cache-busting. Þá þarfst að fara að búa til skjalið þitt heitir með útgáfunúmerinu þínu í eitthvað svoleiðis. Að þetta getur bæði verið gott og verið slæmt. Og já, og svo náttúrulega leiðum að fara að vinna með eitthvað svona caching, þá það bara svona, caching ógeðslega mikið vesen. Það bara að vita hvenær hlutur invalid sem með kassaðan bara brjálæðislega flókið. Og það þetta quote, svona, caching validation and naming things. Og já, svo hérna greinar þetta, things caches do, mjög góð grein sem ég fékk þess að láni þessa myndir. Ok, nú alveg að búið, þetta svona mikið samansafna einhver drasli hérna sem ég setti. Content negotiation virkni sem ekkert gífurlega mikið notað í HTTP en samt alveg gífurlega sniðug. En það það þegar að serverinn á margar útgáfur af efninu og ég sem client hef einhverja leið til að segja hvernig eða á hvaða formi ég kýs að fá helst mitt efni. Þá get ég sagt því sem accept haus sem við getum verið með sáum áðan, þess að ég get sagt hey, ég vil fá HTML eða texta eða eitthvað. Þá getum við líka sagt með svona Q-gildi hversu mikið mér langar til þess að fá þetta á þessu formi. Þannig að Q1 þá ég vil allra helst fá þetta á þessu formi og Q0,1 ég vil síst fá þetta svoleiðis. Og þá nota serverinn þessar upplýsingar til að senda okkur tilbaka eitthvað. Til dæmis eins og það er svona sértækari accept header sem heitir accept language og þá getur ég sagt ég skil þýsku og ég skil þýsku best. Þannig að vinsamlegast sendu mér efnið á þýsku ef þú ert með það. En annars kann ég líka ensku en bara ekki jafn vel. Þannig að ég vil frekar þýsku en ensku. Og þá getur í raun serverinn nota þetta til þess að láta þig fá efnið. Og þetta í raun miklu betri leið en það ef þið farið til útlanda og opnað eitthvað þjónustu og hún alltaf notað þýsku af því að þau alltaf komin að þýska í byttölu. En það ekkert breyst það að þið lesið þetta frekar á ensku en það bara verið að nota ekki þetta sem til staðar í HTTP heldur verið að sniffa í byttölur. Og hérna aðeins lengra dæmi en þetta það ég vil helst fá text HTML annars skil ég líka text stjarna sem bara alls konar texti. Ég skil GIF-myndir, ég skil JPEG-myndir og svo framvegis. Og hérna stjarna.stjarna ég skil það, láttu mig fá bara hvað sem en ég vil það síst. Já, ég fór alveg langt aftur. Svo ég með Basic Authentication sem farið einhvern veginn út í það að vinna með svona vefi þar sem þið þurfa að gefa username og lykilorð. Þá þurfum við einhvern veginn að láta notandann vita eða klientinn vita hvað það og hann þarf að geta senda sig tilbaka og þá getum við nota Basic Authentication og það í raun einfaldasta leiðin til að gera þetta. En þá það í raun, við tökum usernameið, við tökum passwordið og við konkatum þessu saman með tvípunkt á milli, við base 64 encodum þetta sem sér þá til þess að það engir allir sérstafir og svona fara bara yfir í ASCII-stafi og við getum síðan sett þetta á milli og þá getum við bara encodað þetta á servernum og encodað þetta á klientnum, decodað þetta á servernum og sett þetta svona yfir og þetta lítur út fyrir að vera eitthvað voðalega það er búið að skrambla þetta og svona en þetta bara base 64 sem bara svona einfaldast í heimi að decoda þannig að við getum aldrei treyst og þetta ekkert öryggi í þessu ég fer bara decode já
username mitt er Aladdin og lykilorðið er Open Sesame. Þú veist, þannig að ef við erum að nota Basic Authentication þá þurfum við að vera að gera það yfir HTTPS. Þá er HTTPS að sjá til þess að þessi header mun aldrei leka út óöruggur. Ég myndi aldrei senda þetta yfir networkið svona lesanlegt. Heldur mun að vera alltaf encryptað gegnum HTTPS. Svo er framtíðin. Google var á tímapunkti óánægt með það að það var ekki búið að gera neitt við HTTP í ógeðslega langan tíma. Þannig að þeir byrjuðu að þróa Speedy með því að auka hraða og öryggi. Þá er það miklu meira miklu meira þjappað yfir það sem er sendt yfir og það er alltaf að nota TLS sem er HTTPS, Transport Level Security, og allir hausar eru þjappaðir, þannig að það er bara alltaf secure og það er alltaf þjappað. En svo er núna búið að vera að vinna í og farið að implementa og vafrar eru farin að styðja HTTP 2, en ég geymi það er ekki alveg strax. Og það er staðlega hjá IETF. Ok, þannig að þá erum við búin að... Það fyrir að geymir það HTTP 2. Af því að ég er ekki nógu góður í og ég er bara ekki búin að... Ég átti ekki efnið, þannig að hugsanlega verður það svona aukaefni sem við förum í hérna í lokin. En framendi versus bakendi. Þannig að núna er ég búin að segja þessi orð við ykkur og það er svona mikilvægt að ná þessari skiptingu, en í einföldustu mynd er framendi það sem að vafrinn birtir. Það er alltaf HTML, CSS og JavaScript okkar og það sem við höfum verið að fást við hingað til. Þannig að við erum búin að vera að skrifa dót sem hefur byrt að framenda. Svo er bakendi þegar við erum með einhvern vefþjón sem útbýr það sem er sendt með HTTP, sem við núna skiljum aðeins betur hvað á framendan. Og það tekur við gögnum frá framenda, býr eitthvað til, sendir það á framendan, tekur við einhverju, þannig að þetta er svona einhver lúpa. Það er alltaf verið að fara fram og tilbaka. Og það er það sem við erum að fara að fást við núna með Node.js. Og svo ef þið hafið heyrt þetta kannski oft í einhverjum auglýsingum, full stack, þá er verið að tala forritara sem að getur bæði unnið á framenda og bakenda. Þannig að þið vitið það að þið kunni HTML, CSS og JavaScript og þið kunni líka að gera dót á bakenda, að forrita vefþjóna og tengjast gagnagrunnum og díla við authentication og svona. Þannig að þetta er svona myndin hérna. Bakendi, svo er HTTP það sem er leiðin til að eiga samskipti hérna á milli, svo erum við framenda. Þannig að við erum búið með þetta og erum að fara að eyða restina af námskeiðinu í þetta hér. Ok, þá segir ég bara takk í dag.